málið og leggjum frá fundargerð borgarráðs frá því 13. febrúar. Við þurfum að bera upp 4 liði frá þeim fundi, en þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Diljá Ámundardóttir sem ætlar að tala fyrir 15. lið. Gjörðu svo vel. Já, góðan dag, forseti borgarstjórnar, ágætu borgarfulltrúar og allir sem eru að hlusta. Ég sem fulltrúi Bestaflokksins í velferðarráði ætla aðeins að tala velferð borgara okkar og leggja áherslu á forvarnir í þeim málaflokki. Því að, já, hvað velferð samfélags eiginlega? Stærstu málaflokkar sviðsins sjálfs eða velferðarsviðs leggja áherslu á þá sem minna mega sín og þurfa sérstaka aðstoð kerfisins og stjórnsýslunar til að líða vel og lifa heil. En auðvitað það ábyrgð allra sviða og stjórnsýslunar að samfélaginu okkar gangi vel, því líði vel og lifa ásættanlegu og bara fjölbreyttu lífi. Út af það snúast nú störf okkar hér í borgarstjórn alla daga, það ekki? Mér langar til að segja ykkur frá því verkefni sem ég tók að mér að leiða og hvaða sýn ég hef á það. En síðastliðin 2 árin eða svo hef ég ásamt góðum hópi fólks frá flestum sviðum borgarinnar verið að endurskoða forvarnastefnu Reykjavíkurborgar og kann ég þeim góða hópi fólks þakkir fyrir. Sú stefna sem nú runnin út að mörgu leyti mjög góð og ber þess merki að mikil og fagleg vinna liggi þar að baki. Hlutverk okkar sem endurskoðum slíkt plagg auðvitað að taka það sem hefur gengið vel, efla það og taka það með áfram til áhrifa og árangurs. Og svo aftur á móti að skoða það sem ekki hefur gengið eins vel og skilja það eftir eða breyta veikleikum í styrkleika. Það var sjálfsögðu allir gangur á þessu eins og öðru. Ég lagði einstaklega miklu áherslu á það að við erum ekki að vinna að plaggi bara til að hafa það plagg til staðar eins og öllum góðum borgum ætlað að hafa. Ég meta sem svo að þetta plagg, forvarnastefna Reykjavíkurborgar, á að vera framúrskarandi og áhrifamikið. En þá þarf það líka að vera aðgengilegt, skýrt og opið fyrir því að gera það sem þarf til að ná árangri. En hvað eru forvarnir? Ég lítill aðdáandi hugtaksins eða orðsins sjálfs, en á móti ég eldheitur aðdáandi þess sem forvarnir geta leitt af sér. Mér finnst forvarnir sem orð einfaldlega fráhrindandi og kalla því hér með eftir stórkostlegu nýyrði. Takk fyrir. Ég veit að í huga margra þetta samheiti yfir hræðsluáróður og þeir alla tortrygnustu segja að dæmigerðar forvarnir séu hrein og bein lygi. En í kjarna málsins forvörn eða forvarnir fræðsla eða upplýsingagjöf sem á að hafa áhrif á hugarfar og þar af leiðandi hegðun okkar mannfólksins. Við gerum þá ráð fyrir því að hugarfari leiði af sér betra líf miðað við þau gildi og viðmið sem við sem samfélag höfum. Rauði þráðurinn í gegnum þessa hugmyndafræði því alltaf sterk og heilbrigð sjálfsmynd allra eða stuðlun og efling að sterkari og heilbrigðri sjálfsmynd. Þessi nýja forvarnastefna sem við samþykkjum hér í dag að mörgu leyti byggð upp eins og sú sem hún tekur við af. Við stefnum að framtíðarsýn og til að komast þangað þurfum við að ná markmiðum bæði almennum og sértækum. Það eru mismunandi áhersluþættir eftir aldursflokkum sem miðast við að þurfi ólíkar aðgerðir í nálgun mismunandi aldursskeiða. En það sem kannski nýtt í þessari endurskoðuðu stefnu að nú eru 4 aðaláherslur sem eiga að einkenna forvarnamál borgarinnar næstu árin. Þessar 4 aðaláherslur eru sterk sjálfsmynd eða líkamsvirðing, vinna gegn ofbeldi, auka virkni og þátttöku bara borgara en þá aðalega ungs fólks og sporna gegn neyslu á vímuefnum. Ég ætla að fara aðeins yfir þessar áherslur og svona mína sýn. Langflestir tengja hugtakið forvarnir sem forvarnir gegn vímuefnum eða áfengi, tóbaki og eiturlyfjum. Sú áhersla forvarna verður að sjálfsögðu enn sem áhersla í nýrri og endurskoðaðri forvarnastefnu Reykjavíkurborgar. Helst verður þá kastljósinu beint að aldurshópnum 16 til 20 ára, þó að sá hópur sé formlega á vegum ríkisins þegar það kemur á skólastarfi. En tölurnar sýna okkur að vegna lítilla afskipta af þessum aldurshópi þegar það kemur að
því að sporna gegn neyslu á vímuefnum hvers konar, fara tölurnar lóðrétt upp á við 16 ára aldurinn eða fyrsta menntaskólaárið. Þegar það kemur að áfengisdrykkju og prófa eiturlyf í fyrsta skipti. Tölurnar segja okkur líka að því eldri sem manneskja þegar hún prófar að neyta áfengis eða vímuefna í fyrsta skipti, því minni eru líkurnar á því að sú og hinn sama manneskja muni eiga við vandamál vegna vímuefnaneyslu stríða síðar á lífsleiðinni. Aftur á móti eru 90% líkur á því að manneskja sem byrjar að neyta áfengis eða annarra vímuefna 12 ára aldurinn muni eiga við veruleg vandamál að stríða á lífsleiðinni. Og tölurnar ljúga víst ekki. Þó fjármál borgarinnar séu kannski ekki beint á dagskrá hér akkurat núna, þá það mín einlæga trú og sýn að árangursríkar forvarnir spari peninga framtíðarinnar. Sparnaður á framtíðarpeningum má sérstaklega vel við í áherslunni virkni eða þátttöku ungmenna í námi eða starfi. Það markmiðið mjög skýrt, eða það að fækka ungu fólki á fjárhagsaðstoð, það að segja ungu fólki sem fullfært að vera virt í námi eða út á atvinnumarkaðinum. Þessar tölur eru svo í beinni tengingu við þær tölur vímuefnanotkun unglinga. Það segir sig sjálft að það þarf að leggja áherslu á að breyta hugafari og hvetja ungt fólk og eins og mörgum kunnugt það sterk sjálfsmynd og virðing í eigin garð og í garð náungans. Á tímum útlitsstýrkunar með öllum sínum brengluðu skilaboðum hvað sé heilsa og hvað sé fallegt, þegar fyrirmyndirnar eru í raun ómannlegar eða sjúklingar, þá svo mikilvægt að auka áherslu á sjálfseflingu ungs fólks og þá í rauninni við alla og líka miðaldra fólk. Aðeins áhersluna á ofbeldi í forvarnastefnu Reykjavíkurborgar sem að mun vera tiltölulega fyrirverða mikil þegar það kemur að verkefnum forvarna. Líkamsárásir í miðbænum, börn sem eru beitt ofbeldi eða verða vitni af heimilisofbeldi, vinur sem nauðgar vinkonu sinni eftir kvöld út á lífinu, afi sem leitar á sonarson sinn, hópur af bekkjarfélögum sem leggja einn í einelti á skólalóðinni, samskipti á vinnustað sem ýta undir ójafnrétti, svo dæmi séu tekin allt birtingarmyndir ofbeldis. Ofbeldi á sér margar myndir, margar ljóta myndir og það að mínu mati algjörlega óásættanlegt að það sé hluti af okkar samfélagi og hvað þá í því magni sem það Og það stórt hlutfall af því sem einfaldlega að þagga niður. Margir vilja meina að hér á landi ríki friður því að hér ekki stríð, en að mínu mati mun ekki ríkja friður á Íslandi fyrr en það verður ofbeldislaust í alla staði. Á blaðamannafundi sem Jón Gnarr borgarstjóri hélt þann 17. september 2010 var gefin út svo yfirlýsing að ekki yrði liðið að draga úr ofbeldi í borginni nokkur prósentustig, heldur að markmiðið sé að það hverfi alfarið. Vísar hann þar til fjöldans allan af herferðum sem hafa verið haldnar út allan heim undir slaginu 0 þolinmæði gagnvart ofbeldi, eða með leyfi forseti Zero Tolerance for Violence. Ég sem formaður starfshóps endurskoðun forvarnastefnu Reykjavíkurborgar hefur gefið sjálfum mér leyfi til að lýsa því yfir að við í besta flokknum og vonandi við öll í borgarstjórn höfum mitt 0 eða nákvæmlega enga þolinmæði gagnvart ofbeldi. Og þá ég við allar þessar birtingarmyndir sem ég taldi upp á ofan og miklu fleiri. Þess má geta þessi yfirlýsing sem gefin var út á þessum blaðamannafundi sem haldið var á undan málþingi öryggismál í miðborginni. Borgarstjóri sagði ekki til að auka löggæslu og öryggisvörslu í miðborginni, heldur yrði að koma inn almenn hugarfarsbreyting af sigrastætti á ofbeldi. Ég held að það sé hlutverk plaggsins tíðrætta forvarnastefnu Reykjavíkurborgar að stuðla að þessari hugarfarsbreytingu. Hérna orðið forvarnir kannski vel við, en hægt að segja að góðar forvarnir verji okkur fyrir ofbeldi. Út allt kerfi og þjóðfélag verið að vinna að ótal verkefnum, mynda margar stefnur og móta þarfar aðgerðaráætlanir. Mig langar líka til að hvetja þá sem koma til með að aðgerðabinda og framkvæma þessar aðgerðir að passa sérstaklega upp á að taka höndum saman við önnur verkefni sem leggja sömu áherslur. Með því hægt að treysta á meiri árangur og öflugara starf. Ég tek sem dæmi vitundavakning kynferðislegt og andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum. Vitundavakningin á rætur að rekja til fullgildingar íslenskra stjórnvalda árið 2012 á samningi Evrópuráðsins varnir gegn kynferðislegri misnotkun og kynferðislegri misneytingu barna sem samþykktur var á Lanzarote 2007. Í kjölfarið gerðu innanríkisráðuneyti,
mennta- og menningarmálaráðuneyti og velferðarráðuneyti með sér samning verksvið vitundarvakningar. Árið 2013 var ákveðið að vitundarvakningunni yrði falið víðtækara hlutverk og nái einnig til andlegs og líkamslegs ofbeldis gegn börnum. Hlutverk vitundarvakningarinnar kortleggja, samhæfa og stuðla að umfangsmiklu forvarnastarfi í málaflokknum í samstarfi við viðkomandi aðila, huga að rannsóknum varðandi ofbeldi og gegn börnum og stuðla að aukinni samfélagsvitund málaflokkinn. Fræðsla og forvarnir beinast fyrst og fremst að börnum og fólki sem vinnur með börnum, réttarvörslukerfinu sem og almenningi. UNICEF gerði skýrslu kynferðisofbeldi gegn börnum. Í skýrslunni talað mikilvægi þess að þessi til gagnagrunnur allar upplýsingar sem tengjast téðum málaflokki og honum svo hægt að byggja forvarnaraðgerðir. Jafnréttisskólinn í Reykjavík að mínu mati tilvalinn svona kanall og vettvangur fyrir innleiðingu á áherslu stefnunnar. Ég hlakka mikið til að sjá hann þróast og eflast og árangurinn á eflaust ekki eftir að leyna á sér. Að mínu mati virka forvarnir hvað best þegar ekki yfirlýsta forvörn eða forvarnafræðslu að ræða. Það hægt að framkvæma forvarnir á ótal vegu og nálgast markhópa og einstaklinga eins mismunandi og þeir eru margir. Forvarnir eiga sér stað í ómeðvirkum samtölum, heilbrigðum samskiptum og eigin hegðum sem fyrirmynd fyrir aðra. Það víst mikilvægt að festast ekki í ferköntum hjólförum og hugsa út fyrir kassan þegar kemur að því að fræða og veita upplýsingar sem fólk getur svo tekið upplýstingar ákvarðanir út frá eigið ágæti í lífinu. En stefnan sem slík vinnur sig að sjálfsögðu ekki sjálf. Á meðan stefnumótun og eftirfylgni sé hlutverk stjórnvalda eru kraftar alls þess reynslumikla og frábæra fólks út á feltinu sem skiptir meginmáli hér. Ég vona innilega að allir þeir sem verða skráðir ábyrgir fyrir því að ná þeim háleitu og flottu markmiðum sem eru í stefnunni trúi að líka á töfra og mikilvægi forvarna í allir sinni dýrð. Takk fyrir. Fór ég út. Þá borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég held að það sé óhætt að óska til hamingju með þessa ágætu forvarnastefnu sem tekur svona fallega utanum þetta mikilvæga mál. Ég og borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir unnum saman í jafningjafræðslunni árdaga hennar við að fræða jafningja okkar skaðsemi eiturlyfja. Kannski ekki geta ímyndað okkur þá og við myndum síðan takast á hér forvarnastefnu Reykjavíkurborgar, en það mjög skemmtilegt. Það margt eins og ég segi mjög gott í þessari stefnu, en ég ætla að einhenda mér strax í að tala það sem ég ætla að fá að gagnrýna. Og það varðandi kaflanum starfsemi á sviði forvarna og uppeldismála, varðandi skemmtanir. Þar finnst mér kannski, því að það svo gott í þessari stefnu og hún svolítið almenns eðlis og eins og borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir einmitt sagði að það væri einmitt fyrst og fremst fólki sem kæmi að börnunum okkar og unglingunum og ekki hinn eiginlega forvörn í sjálfu sér sem skiptir máli heldur allt þetta umhverfi. Og þá langar mér að tala skemmtanirnar í því samhengi því að mér finnst kannski full svona girt af hvað má í þeim efnum. Til þess að útskýra hvað ég að tala að þá stendur á blaðsíðu 17 í þeim kafla að allar samkomur og skemmtanir sem eru sérstaklega ætlaðar börnum og unglingum skuli vera vímuefnalausar, sem mjög gott og sjálfsagt markmið og sjálfsagt að hafa það þarna með. Hins vegar kemur setningu eftir sem ég set spurningamerki við, sem segir þær skulu haldnar á forsendum barna og unglinga, vera á forsjá aðila sem hafa þekkingu og reynslu af starfi með börnum og unglingum í húsnæði við hæfi en ekki á vínveitingahúsum. Það 20 í þessari setningu sem ég langar að gera umfjöllunarefni. Ef við byrjum á vínveitingahúsunum, þá finnst mér þetta vera svona dæmi það sem skiptir engu máli. Að við erum að tala veggi og gólf sem getur hýst einhvers konar skemmtun fyrir börn eða unglinga, og þá skiptir öllu máli hvernig svo aðkoma hvernig það starfsfólk
og á hvaða forsendum það sem að forvarnastefnan heldur að öllu öðru leyti mjög vel utan um, en ekki nákvæmlega hvers konar starfsemi hýst stundum og þrátt fyrir að það sé áfengi eða ekki áfengi. Það þessi skemmst að minnast að fyrir 3 árum síðan að þá mitt hætti Páll Óskar sem að var allan á þeim tíma kannski okkar helsta og svona fallegasta unglingapopp stjarna og ég held að allir geta verið sammála það að sé mjög góð fyrirmynd varðandi þau atriði öll. En bæði út af því að ýmis ráð á vegum Reykjavíkurborgar hafa ályktað gegn slíkum böllum hætti hann við að halda þetta ball unglingunum til mikillar gremju eflaust og það var ekki síst út af því að það var gerð athugasemd við að NASA, það sem átti að halda þetta á, væri vínveitingastaður eins og var kallað. Eins og við þekkjum hafa NASA kannski aðalega tónleikastaður þar sem með vínveitingaleyfi vissulega eins og bara mjög margir aðrir staðir og ég ósammála svona nálgun. Ég held að partur af því að vera með öfluga forvarnir snýst ekki hvað síst uppeldi og samtal við börnin okkar. Ég held að það sé bara partur af því uppeldi að kenna börnum að þrátt fyrir að vera á stöðum þar sem stundum vín haft hönd eða jafnvel þegar vín haft hönd að það þurfa börnin okkar og unglingar ekki að taka þátt í því og þetta bara svona partur af þessu samtali sem við verðum að eiga að taka þetta uppeldi alla leið en ekki afneitun eða einhvers konar feluleik og við förum með unglingarna okkar á kaffihús þar sem eru með vínveitingaleyfi. Jafnvel í hádeginu kannski einhver næsta borði með bjór en við kippum að ég held börnunum okkar ekki út með þetta saman því að það bara miklu auðveldara að taka þá samtali við viðkomandi unglingum að þrátt fyrir að þessi aðili kjósa að fá sér bjór í hádeginu að þá sé það ekki endilega það skynsamlegasta. Annað varðandi þessa setningu sem ég set spurningamerki við þessi krafa þá frá Reykjavíkurborg allar svona skemmtanir séu með leyfi forseta á forsjá aðila sem hafa þekkingu og reynslu af starfi með börnum og unglingum. Aftur væri hægt að minnast á Pál Óskar. Nú veit ég ekki hvernig á að skilgreina að hafa þekkingu og reynslu af starfi með börnum. Eflaust væri hægt að færa rök fyrir því að hann hafi það nú eflaust eftir öll sín tónleika ár. En það væri líka hægt að færa rök fyrir því að án einhvers konar menntunarprófs eða uppeldisprófs eða einhvers konar gráðu í þeim efnum væri hægt að færa rök fyrir því að viðkomandi væri ekki með þekkingu og reynslu af slíku starfi. Ég held að þarna séum við að afmarka þetta fullmikið. Ég held að bara eins og í lífinu öllu að þá séu alls konar undantekningar og litbrigði lífsins sem það bara hægt að bregðast við þegar svo ber undir. Ég held að Reykjavíkurborg og þær mismunandi nefndir og svið borgarinnar sem munu koma að þessum málum hverju fyrir sig á sinn hátt verði að hafa einhvers konar svigrúm til þess einmitt að geta vegið og metið hverju sinni hvort, ef ég leyfi mér að nota Pál Óskar aftur sem dæmi, hvort að hann sé til þess fallinn að vera forsjáraðili svona skemmtanahalda eða ekki. Og ég tel að svona afmarkaðar, svona afmörkuð bönn séu í svona einmitt stefnu sem gengur út af það að hafa hana sem minnst niður njörfaða heldur einmitt svona einblínir einmitt á þessar gullnu reglur almennu sem við að hafa í huga þegar við að starfa með börnunum okkar og unglingum að þá finnst mér þetta kannski full afmarkað og ekki kannski taka á því sem skiptir raunverulega máli. Það skiptir ekki máli hver að halda viðkomandi ball, hvar það haldið ef að öllu öðru leyti þessi forvarnastefna í hávegum höfð þar sem hver fagaðilinn og fætur öðrum kemur þar að eins og gengur. Að því sögðu ætla ég að fá að koma með breytingartillögu sem ég óska eftir að fá að taka fyrir með afbrigðum sem að hljóðar þá svo. Breytingartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi breytingu á forvarnastefnu Reykjavíkurborgar. Borgarstjórn samþykkir að breyta kaflanum starfsemi á sviði forvarna og uppeldismála og að síðasta málsgrein í kaflanum á blaðsíðu 17 í forvarnastefnu Reykjavíkurborgar hljóði svo. Allar samkomur og skemmtanir sem eru sérstaklega ætlaðar börnum og unglingum skulu vera vímuefnalausar. Úr málsgreininni falli því setningin þær skulu haldnar á forsendum barna og unglinga vera á forsjá aðila sem hafa þekkingu og reynslu af starfi með börnum og unglingum í húsnæði við hæfi en ekki á vínveitingahúsum.
Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu, einnig lokið við það að leggja fram breytingartillögu og forseti þarf að bera það upp við fundinn að taka tillögun á dagskrá. Og biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Vantar Pál Hjaltason. Þá ber forseti það upp að taka tillögu fulltrúa að Sjálfstæðisflokksins inn með afbrigðum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykja það gefa merki. Það telst í samþykkt tillagan tekin á dagskrá. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Hildar Sverrisdóttur. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér fannst borgarfulltrúinn þarna vera komin út á braut sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisfólk yfir höfuð fer oft á þar sem að það ætlar öðrum forræðishyggju sem að ekkert endilega til staðar og ætlar fólki að búa til of stífar reglur sem að ekki sé hægt að standa við. Og þetta bara svona umræður sem að hafa oft átt sér stað í hinu ýmsa samhengi, en það sem að kemur mjög skýrt fram, einmitt hérna á blaðsíðu 17, að í öllu starfi með börnum og unglingum, hvort sem það er á vegum opinberra aðila eða félaga sem notar styrkja frá Reykjavíkurborg, áhersla lögð á og svo kemur það sem að borgarfulltrúinn taldi vera of stífar reglur. Hér ekki verið að tala böll sem að einhverjir einkaaðilar ákveða að halda út í bæ, svo fremi sem þeir ekki með styrki frá borginni. En allir þeir sem eru með styrki frá borginni eða að ekki sé talað borgina sjálfa, eiga að sjálfsögðu að lúta þessum reglum og mér finnst þær kröfur sem gerðar eru hér í þessari forvarnastefnu alls ekki of stífar fyrir opinbera viðburði. Og opinberir viðburðir eru að sjálfsögðu þeir sem að líka njóta styrkja frá hinu opinbera. Þannig að ef að hér væri verið að tala að almennt skildi ekkert skemmtanahald vera í borginni á vínveitingastöðum eða á vegum bara hvers sem að þá gæti ég alveg skilið áhyggjur borgarfulltrúans, en ég skil þær ekki að því að við erum að tala bara viðburði á vegum hins opinbera. Þannig að ég mun ekki samþykkja þá tillögu sem að hér var borin upp. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Forseti, góðar borgarfulltrúar. Ástæðan fyrir því að ég leyfði mér að orða þetta svo út af því að ég með þessu ágæta máli þar sem Páll Óskar hætti við að halda sitt ball, segir í fréttum það mál: Páll, með þau leyfi forseta fyrirgefðu, Páll tók þessa ákvörðun eftir að hann fékk bréf frá verkefnisstjóra heimilis og skóla sem sagði ITR, velferðarráð Reykjavíkurborgar og barnaverndarnefnd hafi ályktað gegn böllum sem þessum. Þannig að Reykjavík, þrátt fyrir að viðkomandi atburðir séu ekki á vegum Reykjavíkurborgar eða með styrk frá Reykjavíkurborg, að þá hefur Reykjavíkurborg aðkomu, allan eins og í þessu máli. Það er þá fordæmi fyrir því að Reykjavíkurborg og hennar nefndir hafi aðkomu að þessu máli, þrátt fyrir að það sé á vegum einkaaðila, og þar sem þetta er forvarnastefna Reykjavíkurborgar tel ég fullkomlega eðlilegt að ég fái þá skýr svör það hvort að þetta eigi eingöngu við skemmtanir á vegum Reykjavíkurborgar eða mun Reykjavíkurborg álykta eins og hún gerði í þessu máli. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, en þá ég ekki alveg viss að við séum að tala saman hlutin, ég og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir, en nú erum við komnar úr andsvörum og ég ætla bara að fara svona almennt yfir stefnuna
og mínar skoðanir á henni. Ég mjög ánægð með þessa stefnu. Ég vil þakka sérstaklega borgarfulltrúa Diljá Ármundadóttur fyrir hennar störf og hennar ríku áherslu á ofbeldi sem að oft vantar inn í forvarnastefnur. Svona tiltölulega stutt síðan að var tekið inn í almennar forvarnir og mjög jákvætt að sjá það. Ég ætla svo sem ekki að fara mikið yfir það hvernig, yfir stefnuna sjálfa eða aldurskeiðin, en mér langar til þess að fara aðeins í eftirfylgd og framkvæmd og jafnvel að íhuga hvort að við ættum að koma með breyta örlítið, ég ekki viss hvort það ætti að breyta aðeins kaflanum lykilaðila vegna þess að það þannig að vissulega eru forvarnir að mjög stórum hluta og sennilega stærstum á ábyrgð uppeldisstarfsfólks og svona þeirra stofnana sem að koma að uppeldi, menntun og frítíma barna og ungmenna ásamt svo lögreglu, þjónustumiðstöðum og fleirum. En það eru allar stofnanir og öll svið borgarinnar eins og kemur fram á blaðsíðu 16 sem að verða að bera ábyrgð á innleiðingu þessara stefnu og mér finnst að það mætti koma skýrar fram í lykilaðilunum að til dæmis umhverfis- og skipulagssvið leggur grunn að umhverfi fyrir gott og heilnæmt umhverfi fyrir börn og ungmenni að alast upp í. Vegna þess að það skiptir máli hvernig við skipuleggjum borgina og hvaða svigrúm við gefum fólki. Það skiptir máli að hér sé ekki skúmaskot þar sem að hægt að annarkvort neyta fíkniefna eða beita fólk ofbeldi, að hér séu vegir, stígar og gangbrautir upplýst, að fólk upplifi sig öruggt á göngu hvar sem og í almannarýmum, inn í skólum, að ekki séu svokölluð eineltishorn til staðar og svo framvegis og svo framvegis. Þetta kemur inn á hönnun og skipulag og það þarf að taka á þessu. Við munum að sjálfsögðu reyna sem að sitjum í umhverfis- og skipulagsráði reyna að stuðla að því að þetta verði gert og að við komum til með að fylgja eftir þessari stefnu almennilega, en það mætti hnykkja jafnvel á því í lykilaðila kaflanum hversu mikilvægt það að hanna og skipuleggja borgina út frá þessu. Það annað sem að mér langar til að koma inn á og ég veit ekki hvort það kemur alveg nógu skýrt fram hér en það eitthvað sem ég mun það bara beita mér fyrir og þetta það svona rauður þráður inn í stefnunni og það skiptir máli og það að borgin bjóði upp á fjölbreytt og spennandi sumarstörf. Það mjög mikilvægt að til þess að krakkar detti ekki út úr námi, til þess að það talað að sumrin séu hættulegust þegar kemur eða það algengast að ungmenni eða unglingar eða ungmenni byrja að neyta fíkniefna, reykja, drekka eða nota önnur fíkniefni að sumarlagi, þar sem ekki eftirlit, þar sem ekki skipulagt prógram í gangi og það mjög mikilvægt að við tryggjum sem opinber aðili að börn hafi eitthvað fyrir stafni á þessum tíma, að vinnuskólinn sé starfræktur, að það sé skipulagt starf í félagsmiðstöðum og ungmennahúsum og að það sé nóg af störfum í boði fyrir þessa krakka og að þessi störf séu fjölbreytt. Þetta eitthvað sem við höfum verið að beita okkur fyrir Vinstri græn og undanförnum árum og mér finnst mjög mikilvægt að tengja við forvarnastefnuna og þó ekki væri nema bara til þess að þau hefðu fengið laun yfir sumarið, þannig að þau geti haldið áfram í menntaskóla haustið. Fyrir marga það bara skiptir það höfuðmáli hvort þau geti þénað einhverja peninga yfir sumarið, hvort þau geti haldið áfram í menntaskóla eða framhaldsskóla haustið og þar ábyrgð okkar mikil. En ég ætla eins og sem þetta bara svona punktar sem ég að koma með hér. Ég vil bara ítreka þakkir mínar fyrir þessa stefnu, ég held að hún sé góð og ég vona að við munum fylgja henni eftir með öflugum aðgerðaráætlunum á öllum sviðum borgarinnar. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti og kæri borgarfulltrúar og aðrir góðir sem hlusta. Ég vil byrja á því, sem og margir aðrir, að þakka kærlega borgarfulltrúanum Diljá Ármundadóttir sem og öllu starfsfólkinu sem að koma að þessari stefnu. Mér finnst hún virkilega gleðileg og við getum verið stolt í dag og mér finnst hún líka svona, vera í takt við tímann, takt við þann anda sem við viljum stíga í dag.
og ég held að það sé takt það allavega þá tala ég fyrir ITR og fyrir SFS og áherslur að hún virkilega til fyrirmyndar. En ég ætla í rauninni ekkert að fara ofan í saumana á sjálfri stefnunni. Ég vil þá nefna fókusinn á þessi 4 leiðarljós, samfélag án ofbeldis, virkni og þáttaka, sjálfsvirðing og virðing fyrir öðrum og æska án vímuefna. Allt mjög skýrir og gildir punktar, en eins og borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir og kannski borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir kom inn á, þá finnst mér þessi punktar samfélag án ofbeldis, hvers konar ofbeldis, mér finnst það skipta mjög miklu máli og við þurfum að fara miklu fastar og nánar ofan í þetta til að útrýma öllu ofbeldi allri mynd. Og eins punkturinn sjálfsvirðing og virðing fyrir öðrum finnst mér mjög mikilvægt. Ég tek undir með borgarfulltrúnni Diljá Ámundadóttir, það verið að stíga ýmis skref sem ég held að geti verið í takt við þennan punkt sjálfsvirðing og virðing fyrir öðrum, svo sem jafnréttisskólinn sem hér var nefndur, en skóla- og frístundasvið samþykkti í fjárhagsáætlun fyrir árið í ár að við myndum byrja með slíkan jafnréttisskóla sem að vinna bæði með kennurum og nemendum að gera nákvæmlega þetta, að við byrjum að bera meiri virðingu fyrir öðrum og okkur sjálfum, og það mjög mikilvægt. Mér finnst mikilvægt þegar ég stíg einn upp bæði þá hér í forsvari ITR og svo sitjum við í skóla- og frístundaráði að við förum vel yfir þessa stefnu, að hún ná að flæða inn í allt starfið á vegum þessara sviða. Mér finnst mikilvægt að íþróttafélögin fái þessa stefnu á einhvern hátt inn á sitt borð. Þau eru að fá styrki frá okkur. Það vissulega það sem hefur gerst mikið núna á þessu kjörtímabili að jafnréttisstefna loksins komin á íþróttafélögum og mér finnst mjög mikilvægt að þessi nýju hlutir í forvarnastefnunni komið þar inn og bara mun sjá til þess að íþróttafélögin fá einhvers konar kynningu á þessu. Í stefnunni líka talað foreldra sem lykilaðila að góðri sjálfsmynd, að góðu lífi held ég bara, og það kalla ég mjög gott. Ég var ánægð með það að þessi hópur 16 til 20 ára var sérstaklega nefndur. Þetta hópur sem við erum að sjá í þessu brottfalli sem við erum ofta að tala og ég held að það hafi verið mjög mikilvægt að þegar við vorum hérna í borgarstjórn í desember og þá samþykktum við sem sagt að láta auka inn í starf með 16 ára og eldri ungmennum og það held ég að sé mjög mikilvægt. Eins ég komi nú hérna inn og ég held að borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir hafi verið að tala atvinnu og atvinnu fyrir ungt fólk. Þar ég algjörlega sammála og það gleður mig að nefna núna í atvinnumálahópurinn ætlar að leggja auka áherslu á að til dæmis 17 ára ungmenni fái frekar starf því það hefur verið mjög erfitt. En ég hef bara fagnað þessari stefnu, mig langar aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúinn Hildur Sverrisdóttir kom inn á varðandi þennan þáttum samkomur. Ég get alveg skilið hennar og ykkar afstöðu í þessum máli. Mér langar samt aðeins líka að koma inn á bæði sem hafa manneskjur sem búin að starfa mikið í þessu, bæði í félagsmiðstöð og frístundamiðstöð og í hinu húsinu, að þá kemur vissulega svona mál koma inn á borðið. Öllum jú heimilt svo sem að halda skemmtanir, en það samt mikilvægt eins og borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir kom inn á að ef við erum að veita styrki til einhverja stofnana þá mjög mikilvægt að þarna sé einhverja skorður og það bara einfaldlega þannig að þetta ball sem ég hérna vísa til með Páli Óskari, fyrir þá sem ekki þekkja til, þá var hann ekki einn að standa fyrir þessu heldur maður sem það alltaf að nefna það bara hér, hann hefur verið í útistöðum opinberlega við íþrótt- og tónlistarráð. Óli Geir þekktur líka fyrir að hafa alltaf að halda skemmtun fyrir fullorðna í Keflavík í fyrra sem fór ekki mjög vel. Að það eru ýmsir svona aðilar sem hafa verið að sækjast eftir að halda böll, en svo þegar kemur í ljós að eins og með þetta ball með Páli Óskari Nasa forðum, að þá kom til dæmis í ljós að það var ábótavant, það var engin gæsla, það var ekki búið að undirbúa neitt og þess vegna kemur þessu ályktun á sínum tíma frá ITR. En enga síður, mér finnst að þarna við eigum með svona flotta stefnu hér í dag að reyna að komast öll að niðurstöðu sem við getum verið sátt við, þannig að við getum fylgt þessari glæsilegu stefnu úr hlaði. Hér var talað að svona samkomur ætti að vera forsjá aðila sem hafa þekkingu og reynslu af starfi með börnum og unglingum í húsnæði við hæfi og þá finnst mér mikilvægt
kannski að það þarf ekki endilega að vera einhver sem menntaður í frístundafræðum eða eitthvað slíkt, en enga síður að það sé fólk sem maður getur vitað að beri umhyggju barna og ungmenna fyrir brjósti. Nú veit ég ekki hvort það var fallið mitt skaut, en mér skilst að varandi, nei. Ok, þannig að mér finnst bara mikilvægt að við komumst að orða hana niðurstöðu í þessu máli, því ég held að við séum annars ansi mikið á sama máli, og ég segi bara til hamingju með glæsilega forvarnastefnu. Þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu, þá óskar borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, takk fyrir þessa umræðu. Ég þakka borgarfulltrúa Evu Einarsdóttur fyrir að kannski skýra lítið betur út þessa ágætu setningu sem ég gerði að umræða hérna í fyrri ræðu minni. Ég held að það sé kannski skipti öllu máli að einmitt svona setningar í svona almennri stefnumótun séu þá svona sæmilega skýrar, og ég er glöð að heyra það að þessi setning varðandi þá sem mega halda slíkar skemmtanir, að sá aðili hafi þekkingu og reynslu að starfa með börnum, að ég skil það sem svo að borgarfulltrúinn hafi þar svona kvittað upp á að sjálfsögðu það skoðað í hverju tilfelli fyrir sig, og þá skoðað víðtækt og svona eftir atvikum hverju sinni, og þannig að það er gott að heyra það. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins koma þá með nýja breytingartillögu varðandi forvarnastefnuna sem við leggjum til að vera tekin fyrir með afbrigðum. Og hún hljóðar þá svo að forvarnastefnan á blaðsíðu 17 síðasta málsgreinin hljóði þá svo: allar samkomur og skemmtanir sem eru sérstaklega ætlaðar börnum og unglingum skulu vera vímuefnalausar. Þær skulu haldnar á forsendum barna og unglinga, vera á forsjá aðila sem hafa þekkingu og reynslu á starfi með börnum og unglingum í húsnæði við hæfi, og þá falli út síðustu orðin í þeirri setningu sem eru en ekki á vínveitingahúsum. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið við það að veita andsvar. Einnig lokið við það að tilkynna breytingartillögu númer 2 sem þýðir að breytingartillögu 1 fellur þá niður. Nú þarf ég að fá aftur samþykki fundarins að taka breytingartillögu 2 á dagskrá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefur merki. Það telst í samþykkt. Og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vildi nú bara koma aðeins upp í þessu umræðu og hrósa starfshópnum fyrir þessa glæsilegu stefnu, og það náttúrulega og frummælandi borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir, hún minntist á það hér í ræðu sinni að hún væri að vandræðast með þetta orð forvarnarstefna, og ég svona hef í gegnum tíðina haft oft svona blendnar tilfinningar eða blendnar hugmyndir forvarnarstefnur. Stundum fundist þær óraunhæfar eða já, jafnvel tilgangslausar, og stundum hafa verið einhverjar herferðir eða jafnvel markmið sem hafa verið bara, mér hefur fundist næstum því absúrt, eins og fíkniefnalaust Ísland árið eitthvað svona. Besti flokkurinn var nú með eitt af kosningaslagorðum sínum, fíkniefnalaust Alþingi, og það er að sjálfsögðu líka absúrt. En sko, það sem að mér finnst sko frábært
við þessa stefnu felst svolítið í skilgreiningun á henni. Mér finnst skilgreiningin á forvarnastefnu Reykjavíkurborgar góð og mér langar að fá að lesa hér með leyfi forseta. Forvarnir eru aðgerðir sem ætlað er að fyrirbyggja áhættuhegðun og vanheilsu og það finnst mér mjög gott og það finnst mér mjög raunhæft og það finnst mér heilbrigt viðhorf fullorðina, hvort sem að það eru yfirvöld eða foreldrar, gagnvart börnum og unglingum. Og áherslan á ofbeldi er mjög góð og mjög mikilvæg, vegna þess að ofbeldi er órjúfanlegur þáttur af því sem er verið að takast á við og oft er það jú svo að neysla og ofbeldi haldast í hendur og eru oft hluti hvort af öðru eða jafnvel einn og sami hluturinn, eins og til dæmis getur verið til dæmis í tilfellum eins og þegar klám er að ræða. Klám getur verið bæði fíkn og ofbeldi. En það er sko náttúrulega við alveg gríðarlega ramman reip að draga vegna þess að sko, en ég vil líka segja það sko að eftir að ég byrjaði að vinna hjá borginni og fór að kynnast forvarnastarfi Reykjavíkurborgar og til dæmis eins og í tengslum við forvarnardaginn og svona forvarnarátök gagnvart til dæmis vímuefnum, áfengi, reykingum og svo framvegis, þá hefur það komið mér á óvart hvað árangurinn hefur verið góður og hvað börn eru sífellt að verða ólíklegri, alltaf að verða eldri, segir maður, þegar að þau prófa áfengi eða reykingar eða fíkniefni og er það af hinu góða. En það er við gríðarlega ramman reip að draga og að því voru nú að ræða hérna áðan svona áhrif sko svona korporatífa manipulation á lífi okkar, það er að segja þegar aðilar sem eiga mikið fjármagn og í krafti síns fjármagns og sinna valda manipulera með okkar daglega líf og oft á þess að við séum meðvituð það að þá er það til dæmis sko, ef við skoðum til dæmis bara fyrirmyndir barna og unglinga þá er þar mjög víða pottur brotinn og ef við skoðum til dæmis eins og afþreyingaiðnaðinn, tónlist, bíómyndir, sjónvarpsþætti, þá eru þar alls kyns skilaboð og upplýsingar og sem við erum kannski ekkert endilega sammála eða viljum ekkert endilega að börnin okkar séu sammála og það má segja, ég meina það er ákveðin dýrkun í gangi á ákveðinni hegðun og það er ákveðin líkamsdýrkun í gangi og í afþreyingariðnaði og það er líka til dæmis ákveðin ofbeldisdýrkun og ofbeldi er aðferð
reyndar alveg ákaflega frumstæð aðferð til að útkljá vandamál eða ná markmiði sínu. Og það má leysa vandamál mjög hratt og oft örugglega með ofbeldi. Og það er mis gegnum gangandi svolítið í bara til dæmis í svona þessum bíómyndum og sjónvarpsþáttum sem við erum að leyfa krökkunum okkar að horfa á og leyfa krökkum að horfa og krakkar að horfa og þar oft verið að svona sko þá svona stendur fólk oft gjarnan frammi fyrir einhverju vandamáli. Það einhver sem ekki alveg nógu góður eða eitthvað leiðinlegur og þá má beita viðkomandi einhverju ofbeldi þannig að kenna honum svona leksi og þetta verður svona fyrir marga ákveðin fyrirmynd og það er sko þegar maður að sjá tölur og rannsóknir á áhrifum svona hluta, þá það oft mjög sláandi. Maður sér þetta stundum þegar maður að horfa á fyrirlestra eins og TED fyrirlestra til dæmis og ég minnist þess til dæmis sko að það gerðist held ég 2007 og 2008 að það var einhver ljósmyndari sem náði ljósmynd af Lindsay Lohan þar sem hún hafði sem sagt mist meðvitund út af einhverju neyslu og þar sem hún sem sagt lá meðvitundalaus í aftursæti á bíl og hún var í ákveðinni tegund af hettupeysu og á 2 dögum þá seldist þessi hettupeysa upp í Bandaríkjunum vegna þess að myndin vakti svo mikla athygli og þannig að það er svo mikið af svona maður er oft sko töluvert mikið varnarlaus gagnvart þessu sem ábyrgðaraðili eða fullorðinn eða foreldri og tala nú ekki náttúrulega með tilkomu internetsins að því að internetið hefur náttúrulega alveg gjörbreytt öllu og internetið er orðið allstaðar og það er í sjálfu sér ágætt en það er ýmislegt á internetinu sem er ekki alveg nógu gott og þar til dæmis verður til fyrirbæri sem er vaxandi vandamál og hefur aldrei verið til af þessari stærðargráðu í mannkynssögunni sem er internetklám og þetta er oft svona vandamál sem er af eðli og aðstæðum og stærðargráðum að manni einhvern veginn fallast hendur gagnvart þeim. En ég fagna þessari forvarnarstefnu og lít á hana sem merki vilja til meiri meðvitundar. En það er kannski of langt orð. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og þá er Dagur B. Eggertsson næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að taka undir með öðrum sem hafa hrósað forvarnarstefnunni. Við byggjum á mjög sterkum grunni og höfum náð miklum árangri í forvörnum sem lúta að áfengis, vímuefnaneyslu og reykingum ungmenna. Fórum frá því að vera ein af þeim borgum í Evrópu sem voru með mesta neyslu á unglingastigi í þessum efnum í það að vera með minnsta neyslu. Og það á jafn stuttum tíma og frá 1998 til 2012. Núna eru stigin merkileg skref í nýju stefnunni. Það er náð betur utan ofbeldi og forvarnir sem lúta því og við erum að horfa meira á í raun allan aldur barna. Það er að segja til 18 ára aldurs en staðnæmist ekki bara við þann aldur sem að tilheyri sveitarstjórnarstiginu ef svo má orðið komast. Það er að segja í skilningi skólamálanna, grunnskólaaldurinn og leikskólaaldurinn. Og ég held að þetta séu styrkleikar. Þarna verður vonandi mikil nýsköpun á næstunni og ég bind mikla vonir við að þessi forvarnarstefna sé mjög góður rammi utan það.
Við erum líka að ná kastu boltanum eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir rakti varðandi þátt skipulags og forvarna eða svona samband skipulags og forvarna. Það tengist auðvitað í raun heilsu borginni í breiðum skilningi en ekki bara svona skúmaskotum og skuggasundum, heldur því hvernig við skipuleggjum borgina til þess að geta hreyft okkur og forvarnir í þeim skilningi. En ég vildi fyrst og fremst fagna forvarnastefnunni og menn að sjálfsögðu styðja hana með mikilli ánægju. Ég vildi með örfáum orðum síðan undir þessum sama dagskrárlið fylgja úr hlaði tillögum eigendanefndar Orkuveitu Reykjavíkur að sameignarsamningi og eigendastefnu fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Að þessum verkefnum hefur verið unnið núna í meira en 2 ár og í raun allt þetta kjörtímabil og nýverið voru sett lög Orkuveitu Reykjavíkur sem kváðu uppskiptingu fyrirtækisins og verið og ferðin var í raun nýtt til þess að skýra og skerpa á lögum fyrirtækið í samræmi við tillögur eigendanefndarinnar og úttektarnefndarinnar sem gerði viðamikla skýrslu lærdóma sem hægt var að draga af því sem fór úrskeiðis í Orkuveitunni. Það sem á heima í lögum sem komið í lög. Í kjölfarið þá höfum við unnið að breytingum á sameignarsamningi fyrirtækið en Reykjavíkurborg á það með Akranesi og Borgarbyggð. Og í þriðja lagi að þá höfum við gert tilhlýðilegar breytingar á eigendastefnunni. En eins og borgarstjórninni kunnugt þá samþykktum við hér eigendastefnu fyrir fyrirtækið fyrir hálfu öðru ári eftir mikið samráð og nú getum við einfaldað hana vegna þess að hlutir sem að þar voru áður stjórnun og slíka þætti ábyrgðarkeðjuna eru núna komnir inn í sameignarsamninginn og í sömu tilvikum eins og varðandi hlutverkið komið beint inn í lög. Það er mikill áfangi að geta skilað þessu hér inn á borð og í sali borgarstjórnar. Við eigum von á því að eftirfylgni með úttektarskýrsluna að öðru leyti birtist fljótlega en hún hefur verið til umfjöllunar í stjórn og endurskoðunarnefnd Orkuveitunar og þar með vonandi lokið þessum risastóra og umfangsmikla umbótakafla í sögu fyrirtækisins þar sem við höfum farið yfir hvað fór úrskeiðis, reynt að draga af því ályktanir og búa miklu betur umgjörð fyrirtækisins, stjórnun og rekstur eins og nauðsynlegt í viðamiklum hornstein að lífsgæðum eins og orku- og veitufyrirtækin eru í borginni. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir þakka fyrir þá vinnu sem farið hefur fram vegna mótunar nýrrar forvarnastefnu Reykjavíkurborgar. Þakka starfshópnum og öllum þeim fjölmörgum sem komu að mótun þessari stefnu hjá borginni og félagsamtaka og fleiri. Fyrir það, mér sýnist stefnan vera bara í meginatriðum bara góð og vel unnin. Örfáar ábendingar. Ég velti fyrir mér varðandi eineltismál. Mér heyrist vera mjög vel bara tekið á þeim í þessari stefnu. Ég held að við ættum að velta því fyrir okkur í framhaldinu. Borgarfulltrúar hvernig við vinnum að þeim málum og mér sýnist það sem þarna skrifað eineltismál vera til bóta frá fyrri stefnu og til að það sé allar athyglisvert hvort við eigum að ganga ennþá lengra og velti til þess fyrir mig hvort að við þurfum ættum að koma upp
hlutlausum vettvangi í eineltismálum þegar það að ræða að það kvartað undan því hvernig skólar eða aðrar borgarstofnanir taka á þessum viðkvæma málaflokki. Þá hefur verið kvartað yfir því stundum að þar komi fyrir að sá sem rannsaki málu og reyna að leysa það, hann sé í rauninni nátengdur þeim sem hann á að rannsaka og í flestum tilvikum held ég að það hafi tekist að leysa slík mál farsællega, en til að við getum í framhaldi af samt þessar stefnu farið í umræðum það hvort að við ættum að reyna að skapa slíkan hlutlausan vettvang. Mér langar líka til þess að velta því fyrir mér, ég ítreka það, hér er margt gott, sumt er nýmæli en margt er í rauninni bara eins og var kveðið á í gömlu stefnunni. Þessi stefna hefur verið í lengi undirbúningi, hún hefur verið í undirbúningi allt kjörtímabilið ef ég man rétt, og ég vona að það verið bara góð sátt að framfylgja þessari stefnumótun. Vil þó geta þess að ég hef orðið fyrir vonbrigðum með það hvernig þessi meirihluti hefur á kjörtímabilinu tekist á við forvarnamálin. Get til dæmis nefnt það að fyrir meirihluti, sá meirihluti sem ég satt í, samþykkti á því kjörtímabili, svona nálægt lokum þess kjörtímabils, að efla samstarf Reykjavíkurborgar, foreldrafélaga og íþróttafélaga í forvarnamálum með það að styrkja samstarfsaðila. Það hefur verið kvartandi því að það var ekki nógu mikið og með því að styrkja þetta samstarf þá var hægt að þróa leiðir til þess að draga úr brottfalli. Til dæmis með því að bara eins og dæmir að þegar starfsmönnum íþróttafélags þykir sýnt að ekkur ákveðin unglingur sé að falla úr því starfi, sé farin jafnvel að fikta við eitthvað hættulegt, þá að vera greið leið til þess að koma skilaboðum það til viðkomandi skóla, til viðkomandi frístundamiðstöðvar eða félagsheimilis, og þá sé þetta að grípa inn í og beina unglingnum, ef hann yfirgefa íþróttastarfi til dæmis, að beina honum inn í heilbrigt starf á vegum félagsmiðstöðvarinnar. Það var mikilvægt stefnumótun að vinna unnið að þessu sviði á síðasta kjörtímabili og starfshópur skipaður þetta. Eitt fyrsta verk nýs meirihluta í forvarnarmálum var að leggja niður þennan starfshópi eða sameina en öðrum starfshópi mótdýrari frístundir og hefur síðan ekki frestað þessari vinnu meira. Þráttur í að við ítrekað mynd á þetta á kjörtímabilinu. Þarna er bara því miður dæmið það hvað gott málefni fellur milli skips og bryggju, af því að kannski vegna þess að nýr meirihluti gat ekki hugsað sér að vinna eftir samþykkt síðasta meirihluta og vegna þess að hann taldi kannski gömlu stefnun ekki vera nógu góða og var upptekinn af því mestallt kjörtímabilið að móta nýja stefnu. En ég vona að þetta horfi til bóta því svo sannarlega er kveðið á það í þessari stefnu að það eigi að stuðla að samstarfi allra þessara aðila sem hér á undan eru nefndir. Einnig vil ég vekja athygli á því að eitt helsta kosningamál Samfylkingarinnar frá síðustu kosningum eða í síðustu kosningabaráttu 2010 og kannski eitt helsta framlag flokksins til umræðu forvarnarmál á kjörtímabilinu, ódýrari frístundir. Ég hef svona við hraða yfirferð á þessu plaggi, ég hef ekkert séð neitt fjallað þessa stefnu. Auðvitað skiptir það miklu máli aðgangur barna og unglinga og fleiri rauninni að þjónustu borgarinnar, hvað kostar til dæmis þjónusta á vegum félagsmiðstöða, sundlauga, íþróttafélaga og svo framvegis. Samfylkingin gerði þessi máli réttilega og myndarlega að umfjöllunarefni í síðustu kosningabaráttu og fann þá mjög að því að það var í víða innheimt of hátt gjald í frístunda þjónustu sem væru mikilvæga forvarnir og fann að því og ræddi leiðir í þeirri kosningabaráttu til þess að lækka til dæmis gjaldskrár hjá íþróttafélögum og öðrum aðilum sem veita þessa þjónustu. Það gerðist eins og eftir kosningar, þá minnkaði áhugi Samfylkingarinnar svolítið á því að vinna eftir þessari stefnu og strax fljótlega eftir kosningar urðu miklar hækkanir á gjaldi, til dæmis í sundlaugar,
aðgangseyri í fjölskyldu- og húsdýragarðinn, í frístundaheimili, í þjónustugjald af æfingargjöld af íþróttafélögum og æskulýðssamtökum sem að sjálfsögðu hlutur sem borgin fylgist með og hefur áhrif á hvað hátt. Þannig að, og ég hef gert þetta umfjöllunarefni áður hér á kjörtímabilinu, að mér fannst að skjóta skökku við að gera málefnið ódýrari frístundir að stóru máli í kosningabaráttu, en heyra síðan ekki það á kjörtímabilinu og samþykkja miklar hækkanir á þessum sviðum sem ég hef nefnt. Og ég átti því von á því að það tekið á þessu máli í þessari stefnu, en leiðrétti mig ef ég hef rangt fyrir mér, kæru borgarfulltrúar, en ég get ekki séð að þessari stefnu sé minnst á þetta mál, ódýrari frístundir í sjálfu sér, sem var þó höfuðmál annars meirihluta flokksins, en vil þó taka fram að hérna í áherslum stefnunnar segir svo með leyfi forseta: áhersla verði lögð á að virkja öll börn og ungmenni til þátttöku í samræmi við aldur og þroska og sporna gegn brottfalli nemenda á námi og skipulögðu íþrótta- og frístundastarfi. Sérstök áhersla skal lögð á að ná til þeirra sem hvorki í vinnunni í skóla. Þetta er svona það sem ég fann þetta, það ekkert minnst á gjaldskrárstefnu í þessu tilliti eða ódýrari frístundir, en það hefur kannski verið mótuð stefna það með öðrum hætti sem mér þætti þá vænt að fá uppgefið frá borgarfulltrúum Samfylkingarinnar. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar, ég verð að koma upp. Ég skil ekki alveg hvernig umræða þessa ágætu forvarnastefnu fer út í þetta og byrjað enn og aftur að draga upp hér að Samfylkingin hafi verið með ódýrari frístundir og ekkert hafi gert í þessum málum. Í samstarfi hafa Samfylkingin og Besti flokkurinn ásamt líka bara góðu samstarfi oft í ITR og SFS gert fullt af góðum hlutum sem snúa að ódýrari frístundum. Núna nýlega voru samþykktir bæði styrkir í SFS og ITR. Í ITR fór 1 milljón krónur rúmlega í verkefni þar sem á að reyna að ná þeim sem að mestur að því halda þá aðallega í Efra-Breiðholti að leiða fólk í auknar frístundir. Það myndi ég telja að væri mjög gott og fallist nákvæmlega að forvarnastefnunni. Eins var samþykkt líka í skóla- og frístundaráði að veita styrki sérstaklega í miðberg til að stuðla á móti þessu. Þannig að ég einhvern veginn, já, höldum okkur aðeins við staðreyndir. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar og það sérstaklega Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi, ég held mig bara algjörlega við staðreyndir og ég kann ekki við það að mér sé brigslað manna eins og ég sé að fara með ykkur ósannindi hér úr pontu. Ég hef ekki sagt neitt ósatt og ég held mig við staðreyndir. Og það er bara staðreynd og skil ekki að rauninni að borgarfulltrúi Besta flokksins þurfi að vera svara fyrir Samfylkinguna. Það er staðreynd að Samfylkingin lagði mikla áherslu á þetta ágæta mál í síðustu kosningum og ég hefði bara gaman af að heyra hvernig það hefur skilað sér inn í þessa forvarnastefnu. Og þrátt fyrir þessi styrki sem borgarfulltrúi nefndi séu alls góðs maglegir og ég held að við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum stutt þessa styrki, mann ekki betur. Þá er ég nú hræddur að einhverju styrkir 1 milljón hér og 1 milljón þar, þá er ég nú hræddur að þeir vegi létt þegar það kemur að því að lækka æfingagjöld í íþróttum eða aðgangseyri að sundstöðum eða eitthvað slíkt eins og fólst í þessu kosningaloforði á sínu tíma hjá Samfylkingunni. Ég man ekki, eins og ég segi, ég man ekki eftir að Besti flokkurinn hafi komið þetta loforð, þannig að hann rauninni þarf ekki að svara fyrir það, en allt í lagi ef að borgarfulltrúin vill það. En ég ítreka sem ég sagði hérna, ég var að hrósa þessari stefnu, ég vil að mér sýnist þessi stefna vera vel unnin og vera þarna tekið á ákveðnum atriðum sem var kannski ekki tekið á í stefnunni þar á undan. En leyfi mér að minnast hér á 3 atriði sem kannski rétt að fá umræðu eða betri skýringar á og til algjörlega óþarft hjá borgarfulltrúi Evu Einarsdóttur að koma þá hér upp og saka mig að fara með ykkur ósannindi. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúin eftir að veita andsvar öðru sinni og óskar borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir eftir því að veita andsvar öðru sinni.
Já, mér finnst bara mikilvægt aftur að nefna það að í stefnum, stefnur eru lífræn og lifandi skjöl og eins og kom hérna fram í máli borgarfulltrúans Diljá Ámundadóttur, þá eiga sviðin eftir að aðgerðabinda síðan stefnuna og þar væntanlega ætti að koma fram að ódýrari frístundir eða frístundatilboð komi fram. Við í Besta flokknum og Samfylkingunni höfum unnið mjög vel saman á kjörtímabilinu og eins og ég nefndi hérna líka áðan höfum við unnið ágætlega saman í ráðinu og þess vegna stundum spyr ég mig væri ekki sterkara einhvern veginn að við værum ekki alltaf að fara tilbaka í öll hinn kjörtímabilin heldur að horfa fram á við hvernig við getum verið saman að vinna að bættari forvarnum og þar af leiðandi líka betri frístundum. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá hafi ekki fleiri, þá hefur Daði B. Eggertsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hér aðeins upp bara til þess að árétta mikilvægi þátttöku barna og ungmenna í frístundum. Og raun að furða mig á því hvernig þetta lesa forvarnastefnuna bæði þó gömlu og nýju á þess að sjá þá áherslu sem á það lagt. Ef við horfum til þeirra rannsóknar sem hafa verið gerðar á frístundastarfsemi og þátttöku barna í Reykjavík síðustu 30 ár, þá eru það nokkrir þættir sem skipta mestu máli varðandi það hvort að börn séu líkleg til þess að halda sér frá áfengi, reykingum og vímuefnum. Það í fyrsta lagi samverustundir með foreldrum og góð tengsl við foreldra. Í öðru lagi jafningjahópurinn og vinahópurinn og í þriðja lagi þáttaka í skipulögðu frístundastarfi. Það kemur í ljós að það skiptir ekki öllu máli nákvæmlega hvaða frístundastarf það en þáttaka skiptir máli ásamt hinum þáttunum tveimur og það er raunar fylgni milli þeirra. Þegar maður að móta stefnu forvarnir og hvernig ná árangri, þarf þess að leggja rækt við þessa 3 þætti. Og það var gert í gömlu stefnunni og við getum rakið okkur ár frá ári hvernig þessi þættir hafa sveiflast í einstökum hverfum og einstökum skólum og hvernig það hefur skilað árangri hjá börnunum okkar. Og þess vegna þetta auðvitað áfram áherslumál og einhvers konar svona pólitískur leikur að tala öðruvísi. En mér finnst bara mikilvægt að halda þessu rækilega til haga að það sjálfsögðu þetta áfram áherslumál og ef það átt að skilja borgarfulltrúana þannig að honum finnist eitthvað tilefni til kaldhæðni gagnvart því að hafa áhyggjur af því hvort að sum börn í Reykjavík geti efnahagsins vegna ekki tekið þátt í íþróttum eða skipulögðu félagsstarfi, að þá ætla ég ekki að taka þátt í því. Vegna þess að það eru nokkrir grunnþættir sem skipta gríðarlegu máli og við berum ábyrgð á hér í þessum sal þegar kemur á börnum og ungmennum. Það eru skólarnir að þeir séu góðir, það er umhverfið að það sé öruggt og svo það þetta auka, hvort sem það er skapandi starf, hvort sem það er tónlistarnám, hvort sem það eru íþróttir og annað slíkt. Og já, ég hef haft verulegar áhyggjur af því eftir hrun að þáttaka í skipulögðu íþrótta- og félagsstarfi hafi verið að minnka. Hún gerði það sem betur fer ekki. Við höfum mikilsverða vísbendingar að það hefði ekki gerst, en það var meðal annars vegna þess að hér var efnt til skipulegrar umræðu og markvissa samvinnu við íþróttafélögin sem fóru gegnum það hvernig var hægt að minnka kostnað, ekki bara æfingagjöldin, heldur kostnað við ferðalög, alls konar dót og búninga sem hafði hlaðið utan á sig eins og annað í bólunni. Mörg íþróttafélög tók upp á því að vera með skiptimarkaði og borgin hefur komið til móts við fólk með frístundakortinu sem var fundið upp af Samfylkingunni í Hafnarfirði, innleitt hér í Reykjavík af miklu myndarbrag og hækkað hvenær? Jú, síðustu áramót. Það var vegna þess að við höfðum af sparnaðarástæðum því miður ekki geta hækkað það lengi, en nú var það gert. Það var hækkað 5.000 krónur úr 25.000 í 30.000 og ég get alveg sagt það sem mína skoðun, vegna þess að ég hef áfram áhyggjur af þessu, að þetta hlýtur að vera eitthvað sem áhersluatriði áfram, að börn líði ekki fyrir efnahag heimilis eða foreldra þegar kemur að þátttöku í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi.
Þetta er hornsteinn í þessari forvarnastefnu sem að við erum að samþykkja hér í dag. Þetta hlýtur að geta verið mál sem er hafið yfir karp eða eitthvað svona hallarislegan skæting milli flokka í leit að ágreiningi í borg sem gengur bara nokkuð vel, þakkaði fyrir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Taka til máls. Já, þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þetta svar og það sem var best í var þetta hjá Degi B. Eggertssyni borgarfulltrúa að þetta veri áfram áherslumál. Mér er ekki vænt að heyra það vegna þess að það var ekki hægt að álykta það af lestri þessari stefnu þrátt fyrir að hún sé nokkuð löng og ítarleg. Og ég held að það verið mikilvægt að fá það fram í þessari umræðu vegna þess að lestri þessar stefnu hefði verið mátt skilja að svo var ekki. En það er ágætt að heyra oddvita Samfylkingar segja að þetta verið áfram áherslumál og frá borgarfulltrúa Evu Einarsdóttur að segja að þessi stefna verði að sjálfsögðu unnin áfram eins og aðrar stefnur. Það er auðvitað þannig að það þarf ekki að taka allt fram í þessum stefnum. Ég frábið mér dylgjur það að þetta sé að ég hef talað hér af kaldhæðni og þetta hefur verið skætingur og þetta hefur verið karp. Það var ekki neina kaldhæðina að ræða minni hálfu og það var algjörlega sem sagt orð Dags B. Eggertssonar borgarfulltrúa eða ætlun hans ákvörðun að nota orðið kaldhæðni í tilliti. Ég held að við höfum getað rætt svona mál, málaðans að hér gangi á vísl ásakanir kaldhæðni, karp eða skæting. Ég held að við getum alveg leyft okkur það hér í þessari málstofu sem borgarstjórn þegar við erum að fjalla svona mikilvæg mál. Þessi forvarnarmál eru einfaldlega mjög mikilvæg og þau eru ekki tafin, þráttur að hér sé verið að samþykkja góða stefnu, þá er þessi málaflokkur ekki tafin yfir gagnrýni, frekar en önnur mikilvæg mál. Og mér finnst það svolítið undarlegt þegar maður fjallar þetta gagnrýni og ég tek nú þetta fram, ég byrja á því að hrósa þessari stefnu og ég stend við það, ég vil bara endurtaka það. Mér sýnist þessi stefna vera góð og hafa verið vel unnin, en það er ekkert óeðlilegt við það að þegar að slík stefna liggur til grundvallar og umfjöllunar, að það sé fjallað þessi mál, hvernig þau hafa verið rekin á kjörtímabilinu og svona einstaka þætti í þessari stefnu. Ég kom hér inn á eineltismál. Ég kom hér inn á samstarf Reykjavíkurborgar við frjálsfélagasamtök í borginni og borgarstofnanir og síðan ódýrari frístundir. Og það er bara gott að heyra að það verið áfram lögð áhersla á ódýrari frístundir. Að vísu velti fyrir mér hvað þýðir þessi áhersla. Þessi orð borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar fela væntanlega í sér að það hafi áhersla verið lögð á ódýrari frístundir á kjörtímabilinu og það verið gert áfram. Mér finnst svolítið skrítið að heyra þetta, að það hafi áhersla verið lögð á ódýrari frístundir vegna þess að gjaldskrár í þeim hluta borgarrekstrarins þar sem hollar frístundir eiga sér stað hafa hækkað mjög verulega, hafa hækkað 10% langt umfram verðlag, langt umfram verðlag. Þannig að maður veltir því fyrir sér ef það er stefna ef menn segist alltaf vinna áfram að þessum málum eins og það hafa gert, það þýðir á væntanlega að þessar gjaldskrár verið hækkað meira á næsta kjörtímabili. Ekki ætla ég þó að leggja meiri hlutanum orð í munni í þeim efnum. Ég vona sjálfsögðu að það verði ekki gert. Og já, þannig að ég frábið mér ásakanir að við séum með eitthvað karp við sjálfstæðismenn þrátt fyrir ræðin sem mál og undrast það að meiri hlutin skuli ekki geta rætt forvarnarmál án þess að kvenkja sér undan því að það kemur fram einhver gagnrýni. Ekki síst þegar hér í grunninn verið að hrósa þessari stefnu og þeirri vinnu sem hefur átt sér stað að þessu leyti. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá hafi ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum 15. lið eða undir þessum 4. lið segi ég. Við förum í það að bera 15. lið upp. Við byrjum á því að bera breytingartillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins númer 2 upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vilja gefa merki.
Hún er samþykkt samhljóma og þá berum við stefnuna upp í heild sinni, svo breytta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja forvörnastefnu Reykjavíkurborgar, svo breytta gefur merki. Hún telst samþykkt samhljóma. Við þurfum að bera upp 22. lið sem er tillaga sameignarsamningi fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefur merki. Einhver á móti. Það telst samþykkt. Við berum upp 23. lið sem er tillaga eigendastefnu fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefur merki. Það telst samþykkt. Við berum upp 24. lið sem er kaup bílastæðasjóðs á bílastæðum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefur merki. Einhver á móti? Já, hún er samþykkt með 2 hjásittum. Þá ekki fleiri óskar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir því að kynna bókun undir bílastæðakaupunum. Ekki viss. Já. Þá er þessum 4. dagskrárlið lokið.